Það hægt að flytja fólk af landsbyggðinni en ekki landsbyggðina úr fólki. Það þekkja þau sem eru brottflutt. Sigurður er einmitt einn slíkur, alinn upp á Vígholtsstöðum í Laxárdal og er dalamaður í húð og hár. Hann er maðurinn að baki vefsíðunni búðardalur.is og snappinu Dalamenn. Heyrum aðeins í kappanum. Búðardalur.is, þú ert uppáhaldsmaður þar. Mér langar að heyra aðeins forsöguna. Já, hún er kannski ekkert flóknari en það. Ég var heima hjá mér í desemberkvöld 2010. Sá þá að Búðardalur.is lénið var laust, keypti það og ég sem sagt í grunninn er lögreglumaður og hafði leyst af töluvert sem lögreglumaður í Dölum og búinn að heyra því að það ætti að fara jafnvel að leggja niður lögreglumaðsstöðina þar og langaði að leggja einhverja vinnu í það að reyna að koma í veg fyrir það og setti á fót undirskriftasíðu á þessu léni og auglýsti og fékk fólk til að fara inn og leggja nafn sitt við það að það væri á móti því að þessi staðir eru lögð niður. Og síðan voru undirskriftirnar afhentar Ögmundi Jónassyni, þáverandi dómsmálaráðherra og svo eftir það þá tókst að afstýra því að lögregluembættið væri lagt niður? Já, svona stuttasagan já, það var ekki gert. Sýslumaðurinn í Búðardal var með lögregluembættið en síðan fór þetta undir Borgarnes og þannig er það í dag. Og eins og staðinn er í dag þá á að heita að það sé alltaf allavega einn fastur lögreglumaður. En já, þú ert búinn að safna þarna fjöldanum allum af undirskriftum og hvað gerist síðan? Ég þekki þann góða Dalaprins eða kóng eða hvað sem við kalla hann, Þorgeir Ástvaldsson, fjölmiðlamann. Hann er nú Dalamaður og hann kemur með mér inn í þetta og við sem sagt tökum það ákvörðun að reyna að fara að safna ljósmyndum og myndböndum úr Dölum, safna gömlu efni, frásögnum, taka viðtöl við brottflutta Dalamenn, fá svona aðeins söguna hvernig þetta var í gamla daga og reyna aðeins að ná þessum fróðleik áður en fólk fellur frá sem getur sagt okkur aðeins frá því hvernig lífið var í Dölunum í gamla daga til dæmis. Þannig að bara heimilda efnum? Heimilda, já. Og söfnun á menningar tengdu efni, tengdum Dölum. Það var svona fyrsta hugsunin sko. Og ég setti upp vefmyndavél með hjálp góðra manna í Búðardal og hún hefur sem sagt verið í gangi öll þessi ár og verið mikið notuð. Fólk að kíkja hvernig veðrið er í Búðardal. Er það fyrir brottflutta Dalamenn að kíkja inn á alveg til dæmis. Og það hefur aðeins verið sprellað í kringum hana líka. Hún hefur verið notuð, á þorrablótum og annað. Þannig að ég held að það hafi mælst vel fyrir sko. Við erum svona reynt að hafa svona léttari viðfangsefni, skilur. Ekki kannski vera að fara mikið í stjórnsýsluna eða á að grafa skurð hér eða eitthvað svona skilur, heldur vera í svona léttara efni. Mannlífinu og svona frekar gleðifréttir heldur en eitthvað svona neikvæði nótunum sko. Auðvitað við höfum verið að fjalla slys og annað sem að hafa gerst í Dölum bara út af vegakerfinu þar og annað. Þetta er öflug vefsíða. Það hefur komið ýmsu í verk. Takk fyrir það. Já, maður náttúrulega hefði viljað hafa miklu meiri tíma í þetta. Þetta er náttúrulega bara sjálfboðavinna hjá okkur Þorgeiri og í gegnum árin hefði ég svona verið að kalla eftir því að fá Dalamenn, annaðhvort heimamenn eða brottflutta með okkur í þetta og ekki gengi alveg nógu vel en svo dúkkar upp stelpa sem að tengist í báða leggi í Dalina, hún Svanhvít, Lilja og kemur inn í þetta með okkur. Það er svona okkar tengiliður núna á svæðinu af því við Þorgeir búum hérna á höfuðborgarsvæðinu. Og hún hefur verið rosa dugleg. Og nýjasta viðbótin, kannski ef við förum aðeins út í það, sem að vakti athygli okkar er Dalasnapp. Dalamenn snappa, eða ekki? Hvað heitir snappið ykkar? Jú, Dalamenn snappa. Eða bara Dalamenn. Ef ég myndi leita að því núna á snappinu, í snapp-appinu. Bara Dalamenn. Dalamenn, ok, þá er þetta Dalamenn. Nærðu að segja mér aðeins frá því bara fyrirkomulagi? Já, ég var svo sem ekki að finna held ég hjólið þarna. Þetta var eins og hugmyndir þegar ég keypti þetta lén. Það er náttúrulega margir að snappa út allt í dag og mér langaði bara að
af því að þetta svona nýr vettvangur líka sem er vinsæll í dag, að safna dalamönnum þarna saman og láta þetta rúlla á milli manna og og fá einhver innsýn í það hvað dalamenn að gera bara út allan heim í dag. En svo þú veist á þessu stutta tíma sem við erum búin að vera með þetta, þá er þetta búið að fara Akureyri, Eskifjörð, Reykjavík, Kópavog, Tyrkland, Svíþjóð. Þetta er mjög skemmtilegt sko. Þetta er svona, og fyrir þá kannski sem ekki vita hvernig þetta virkar, þá er þetta svona 10 sekúndna myndbútar sem þú tekur upp. Og getur tekið eins marga og vilt og sagt frá. Þetta er einhvern veginn eitthvað barn sem hefur bara, elst og þroskast bara í rólegheitum, eins og ég sagði áðan. Auðvitað, þú veist, ég væri til í að vinna við þetta sko 100% sko, af því að mér finnst þetta svo gaman. Ég væri til í að vera bara keyra og fá með kaffi og kleinur hjá gömlum dalamönnum og spjalla við þá liðina tíð og safna fróðleik þannig, skilur. En við bara vonandi fáum við meiri tíma til þess að safna efni. Ég heyrði áskorun, vonandi fáið þið það, ég vona það. Já, og bara ef að þeir sem eru að horfa á þetta, ef að þeir eru dalamenn, hafa smá tíma, þá er öll hjálp vel þegin. Bara safna efni, koma með eitthvað inn í þetta, það er allir velkomnir í að hjálpa. Þetta er svona, eins og ég kalla þetta bara samfélagsverkefni okkar dalamanna að halda þessu úti sko. Að halda þessari síðu á lofti. Já.